9. kafli. Þá stéð Jesú í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lamamann sem lá í rekkju og þegar Jesú sá trú þeirra sagði hann við lamamanninn: Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðumenn sögðu þá með sjálfum sér: Hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði: Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Hvort er auðveldara að segja: Syndir þínar eru fyrirgefnar eða stattu upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: Stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og far heim til sín, en fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið hafði mönnum slíkt vald. Þá hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við Jesús sat að borði í húsi hans, að margir tollheimtumenn og bersundugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farisear sáu það, sögðu þeir við lærisveina hans: Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesú heyrði þetta og sagði: Ekki þurfa heilbrigðis læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunn sem vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til hans lærisveinar Jóhannesar og segja: Hví föstum vér og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim: Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn, og þá munu þeir fasta. Enginn lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rífur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður, en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varveitist þá hvort tveggja. Meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn laut að honum og sagði: Dóttir mín var að skilja við, kom að legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jesús sneri sig við og hann sá hana sagði hann: Vertu hughraust dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann: Farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt það hérað. Þá Jesús hélt að hann, fóru 2 blindir menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumenninni til hans. Jesús spurði þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á það við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara var komin til hans með mállausan mann, haldinn illum anda, og illi andinn var útrekinn, tók mállausinginn að mæla. Mannfjöldinn undraðist og sagði: Aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu: Með fulltingi höfðingja ytra anda rekur hann út illu andana. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkomdum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. En hann sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstum þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína: Uppskeran er mikil, en verkamenn fáir. Biðjið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. 10. kafli. Og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir getur rekið það út og lækna hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Nöfn postulanna 12 eru þessir: Fyrstur Símon sem kallast Pétur og Andrés bróðir hans, þá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróðir hans, Filippus og Bartolómeus,
Tómas og Matteus tollheimtumaður, Jakob Alfeusson og Taddeus, Símon vandlætari og Júdas Ískariot sá sveikan. Þessa 12 sendi Jesú út og mælti svo fyrir: Haldið ekki til heiðinna manna og farið ekki í samveska borg, farið heldur til týndra sauða af Ísraelsætt. Farið og predikið, himnaríki í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eyri í belti, eigi mal til ferðar eða 2 kirtla og hvorki skó né staf. Verður verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur, og þar sé aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, það ámunið því góðs. Að sé það verðugt, skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Og taki einhver ekki við yður, né hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dustið af fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gómoru á dómstegi en þeirri borg. Sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrýkja yður í samkundum sínum. Þér munið leiddir fyrir landshöfðingjan og konunga mín vegna þeim og heiðingjunum til vitnisburðar. En þá menn draga yður fyrir rétt, skuluð þér ekki hafa áhyggjur af því, hvernig eða hvað þér eigið að tala. Yður verður gefið á sömu stundu hvað segja skal. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Og þér munu hata þér af öllum vegna nafns míns. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Þegar þér ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Sannlega segi ég yður, þér munið ekki hafa náð til allra borga Ísraels áður en mannssonurinn kemur. Ekki lærisveinn meistaranum fremri, né þjónn herra sínum. Nægja má lærisveinið að vera sem meistari hans og þjóni sem herra hans. Fyrst þeir kölluðu húsföðurinn Belzebúl, hvað kallað þá heimamenn hans? Óttist þá því eigi, ekkert hulið sem eigi verður opinbert, né lengt eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri skuluð þér tala í birtu, og það sem þér heyrið hvíslað í eyra skuluð þér kunngera á þökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Ekki 2 spörvar seldir fyrir smápenning, og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuriðar. Á yður jafnvel höfuðhárin öll talin. Verið því óhræddir, þér eru meira verðir en margir spörvar. Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og kannast við fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki til að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni, og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem mann föður eða móður meira en mér mín ekki verður, og sá sem mann syni eða dóttur meira en mér mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því, og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það. Sá sem tekur við yður, tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim sem sendi mig. Sá sem tekur við spámanni vegna þess að hann spámaður mun fá spámanns laun, og sá sem tekur við réttlátum manni vegna þess að hann réttlátur, mun fá laun réttláts manns. Og hver sem gefur einum þessara smælingja svaladrykk vegna þess eins að hann lærisveinn, sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. 11. kafli. Þá Jesús hafði mælt svo fyrir við lærisveina sína 12, hélt hann að kenna og predika í borgum þeirra. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra.
dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindið, og sæll sá sem hneykslast ekki á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þér að sjá í óbyggðum, reyr af vindi skekin? Hvað fóru þér að sjá, prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóru þér? Að sjá spámann? Já, ég segi yður, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað. Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega segi ég yður, enginn sá af konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skírari, en hinn minnsti í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannesa skírara og til þessa ríki himnanna ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þér vilji við því taka, þá hann Elías sá sem koma skyldi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við hvað á ég að líka þessari kynslóð, líkar börnum sem á torgum sitja og kallast á? Við lékum fyrir yðar flautu og ekki vildu þér dansa, við sungum yður sorgaljóð og ekki vildu þér syrgja. Jóhannes kom, át hvorki né drakk, og menn segja, hann hefur illan anda. Mannsonurinn kom, át og drakk, og menn segja, hann mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtu manna og bersindugra. En spekinn sannast af verkum sínum. Þá tók hann að ávíta borgirnar, þar sem hann hafi gjört flest kraftaverk sín fyrir að hafa ekki gjört iðrun. Veið þér, Kórasín, veið þér, Betsadía, ef gjörst hefði í Tírus og Sídon kraftaverkin sem gjörðist í ykkur, hefðu þar löngu iðrast í sekk og ösku. En ég segi yður, Tírus og Sídon mun bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steypt verða. Ef gjörst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gjörðist í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landið Sódóma mun bærilegra á dómstegi en þér. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða. Ég vegsama þig, Faðir, Herra heimins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinberað það smælingjum. Já, Faðir, svo var það þér þóknanlegt. Allt mér falið af föður mínum og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinberan. Komið til minn allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðir og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hóvær og af hjarta lítillátur, og þá munið þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok ljúft og byrði mín létt.